Já, komið þið sæl. Takk fyrir að bjóða mér að tala á þessari ráðstefnu Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Hvað eigum við að gera? Ég vil byrja á því að óska SSNV til hamingju með þetta verkefni að reikna út kolefnisspor landshlutans. Vona að það gangi allt vel og að fleiri sveitarfélög fylgi ykkar góða fordæmi. Það hefði náttúrulega verið frábært að koma og vera hérna á staðnum hjá okkur, en ég er búsett í Genf þessa stundina og á ekki heimangengt þessar mundir. En þökk sé tækninni, þá getið þó flutt þetta erindi og ég vona að það komist til skila og svo sjálfsögðu mun ég náttúrulega fylgjast með streymi ráðstefnunnar þegar þar að kemur. Í þessu erindi langar mig til þess að segja ykkur aðeins frá því sem við höfum verið að gera hérna á heimilinu til þess að minnka sorpið okkar. Og mig langar að segja aðeins frá þeirri aðferð, eða þeirri nálgun sem við höfum fylgt í þeim efnum. Aðferð sem er kölluð Zero Waste eða Leave on Sorps. Og svo langar mig líka til að segja ykkur aðeins frá bara svona þeim ávinningi og þeim áhrifum sem þessi nálgun getur haft. Já, við erum sem sagt 5 í heimili, 2 fullorðnir og 3 börn. Og við erum búsett hérna rétt við Genf, en munum flytja heim til Íslands núna í sumar og hlökkum rosalega mikið til, eftir 6 ára dvöl hérna í Sviss. En það má segja að okkar sorpævintýri hafi byrjað veturinn 2016-2017, en þá höfum við verið að flokka sorpið okkar vel og andlega í nokkur ár. En fórum að finna fyrir löngun til að taka enn meiri ábyrgð á þeim áhrifum sem okkar heimili, okkar neysla hefði á hamfarahlýnunina. Þá kynntumst við þessari nálgun B. Johnson, Zero Waste, sem ég kýs að kalla hér Leave on Sorps, en á íslensku þetta líka kallað ruslfrýr lífstíll, engin sóun, úrgangsleysi. En sú leið felst í stuttu máli því að takmarka allt heimilissorpið eftir ákveðnu kerfi. En þarna í meistaramánuðinum í febrúar 2017 settum við okkur markmið að allt sorp þess mánaðar skyldi komast fyrir í einum plastpoka og 4 flokkunardöllum. Þannig að við þyrftum þá bara að fara einu sinni á endurvinnslustöðina í staðinn fyrir kannski 2 eins og við höfum verið að gera þarna mánuðina á undan. Og í stuttu máli sagt þá náðum við okkar markmiðum og svona okkur fannst þetta áhugavert og fórum að vigta þetta og fórum að íhuga hvort við getum gert þetta enn betur. Þannig að við endum á því að halda þessu verkefni bara áfram og höfum í rauninni ekki stoppað síðan. Það er áhugavert að segja frá því að óendurvinnulega sorpið, almenna sorpið sem þið sjáu þarna í plastpokanum, það verður að vera í sérstökum gjaldskyldum pokum hérna í okkar landshluta í Sviss og þessi sem sést þarna á myndinni kostar 300 kall og maður þarf að fara sjálfur með þetta sorp og allt annað sorp sem það flokkar á sérstaka móttökustöðvar. Það er engin öskubíl sem keyrir hér upp að dyrum hjá fólki til að sækja sorp hjá fólki. En nóg um það, við sem sagt héldum verkefninu áfram og til samanburðar má sjá hér tölur síðan í janúar síðastliðnum. Þarna fórum við plastið niður í 1 kíló og almenna sorpið niður í 270 grömm. Best að taka fram að lífræni úrgangurinn og föt og hlutir sem við gefum til endurnýtingar á nytjamörkuðum eða til hjálparstarfs að það er ekki í vísitölum. Við höfum bara haldið því svona utan við þetta. Við reynum að lágmarka allt saman en svona monitorum þessa flokka sérstaklega. En hvað þýðir þetta svona í heildarsamhengi eða allan að stærra samhengi? Jú, sem dæmi, fyrir febrúar 2017 þá vorum við að fara með svona 8-12 poka á mánuði sem kannski eru svona 60 kíló á mánuði og það er svona í samræmi við tölur frá sorpu frá 2016. Heimili á höfuðborgarsvæðinu voru að fara með svona 60 kíló á mánuði. En í dag förum við með svona 300 grömm á mánuði af almennu sorpi. Ef við skoðum þetta í enn stærra samhengi á ársbasis, árið 2016 þá vorum við að fara með svona það bil 720 kíló almennu sorpi ári, en árið 2019 þá lítur út fyrir að við munum fara með 3,6 kíló á því ári, ef við höldum okkar striki áfram sem við munum auðvitað gera. Hvað hefur breyst? Auðvitað hefur verið markvisst af því að reyna að minnka sorpið í takti við Leave on Sorps, eins og ég mun sýna hérna rétt á eftir. En ef ég má nefna svona 2 einstaka liði sérstaklega, þá get ég sagt að við fórum að flokka lífrænan úrgang
í jarðgerð og þetta er að minnka matarsóun líka. Og svo vorum við áður að henda einnota bleium sem vega nú ansi þungt eftir notkun, en í dag þá notar yngsta barnið okkar fjölnota bleiu sem við bara þvoum í þvotti. Ég oft spurð að því hvað megi finna í þessum 200-300 grömmum af almenna sorpinu. Okkur finnst gaman alltaf í lok mánaðarins, eða áhugavert að skoða hvað sé í tunnunni í lok mánaðarins og krakkarnir ekkert séu spenntir því að náttúrulega eru þátttakendur í þessu ferli. Og hérna er sundurliðun á almenna sorpinu frá því í janúar síðastliðnum, til dæmis. Þarna má finna eins og ónýta tússpenna, límmiða, miða af fötum, lóur þurrkara. Þetta er líka smá bútur úr tannþræði. Þetta er það gaman að segja frá því að þetta er fyrir breytingarnar notum við bara hefðbundin plasttannþráð, en í dag notum við tannþráð úr silki sem við getum hent bara í jarðgerð. En við erum ennþá að klára úr gamla plasttannþráðarpakkanum og hann hlýtur að klárast á lokum. En þarna má sjá hvar helstu tækifæri liggja í því að minnka sorpið enn frekar og eins og ég sé hérna lóur þurrkaranum, síðan þessi mynd var tekin höfum við reynt að takmarka notkunina á þurrkaranum til þess að minnka lóna í almenna sorpinu. En af hverju erum við að þessu? Skiptir þetta einhverju máli í heildarsamhenginu? Skiptir okkar 5 manna fjölskylda, hefur hún einhver áhrif á hamfarahlýnunina? Er þetta ekki bara eins og dropi í hafið? Og ég velti þessu stundum fyrir mér og ég stundum spurði að þessu. En þegar maður fer að skoða tölur og þá náttúrulega sér maður það að hver einstaklingur skiptir að sjálfsögðu máli. Til dæmis þá fer hver einstaklingur höfuðborgarsvæðinu með 55 kíló af pappír, plasti, ál og gleri á hverju ári. Hver einstaklingur á okkar heimili fer með 21 kíló af sambærilegu sorpi á ári. Þannig að þarna munur allavega 30 kílóum rúmum. Hver fjölskylda skiptir líka máli. Hver 4 manna fjölskylda á Íslandi fer með 13 kíló af plasti á mánuði, á meðan okkar fjölskylda fer með 1 kíló af plasti á mánuði. Hver hlutur skiptir líka máli. Þegar við fleygum tannbursta og umbúðum utan hann í sorpið, þá vegur sýnilegt magn af sorpinu 50 grömm. En tannburstunum fylgir svokallaður hulinn úrgangur sem mjög oft gleymist. Það er því sem hefur verið hent við efnisvinnslu burstans, við framleiðslu hans, við flutning og sölu. Og sá partur vegur 1,5 kíló. Og þetta er bara 1 tannbursti. Hvað þá hulinn úrgang allra hinna hlutana sem í kringum okkur. Þannig að já, hver dropi í hafinu skiptir máli, hver hlutur skiptir máli, hver fjölskylda skiptir máli, hver einstaklingur skiptir máli. Það safnast þegar saman kemur. Nú er ruslið í rauninni allt í kringum okkur. Við búum til rusl í vinnunni, tengstu við áhugamálin okkar, tengstu við matargerð, fatnað og svo framvegis. En það þýðir þá líka að tækifærin liggja alls staðar. En hvernig á maður eiginlega að byrja á því að minnka sorpið? Frábær spurning. Við urðum fyrir þessari uppljómun þegar við komst á hugmyndafræðina líf án sorps. Og það reyndist mjög gott veganesti fyrir okkur. Líf án sorps, það var nú margir svo sem fjallað það og Bía Johnson er einn þeim. Ég held að hún hafi nú komið kannski fyrst fram með þessa nálgun fyrir heimili sérstaklega. Og er með þessi 5R, refuse, reduce, reuse, recycle og rot. En með þessum skrifum hefur henni og hennar 4 manna fjölskyldu tekist að minnka almenna sorpið niður í 1 einslítar krukku á ári. Ég hef gert heiðilega tilraun til að snúa R-num 5 yfir í íslenska búning. Þannig að þau verði 1-5 og fylgir maður þessum 5 skrifum út í ystu æsar, ekki þykja, einfalda, endurnýta, endurvinna og endurnæra, þá ætti niðurstaðan að verða sjálfkrafa ekkert sorp. Og nú ætla ég rétt að segja frá hverju þess að skrifa og gefa ykkur dæmi það hvernig við höfum reynt að fylgja þeim. Nú, fyrsta skrefið, ekki þiggja. Ekki þiggja það sem við þurfum ekki. Það er aðeins hægt að draga úr úrgangi heimilisins með því að draga úr neyslu. Og neyslan byrjar auðvitað leið og við stígum út fyrir hússins dyr. Þannig að líf án sorps byrjar með breyttri hegðun okkar utan heimilisins. Neysla getur bæði verið bein og óbein og fyrsta ekki þiggja snýr einmitt að óbeina neysluforminu.
og þá hluti sem er svona gaukað að okkur oft í markaðslegum tilgangi, til dæmis á veitingastöðum, flugvélum, hótelum og ráðstöfnum, fáum þetta jafnvel sent heim. Þetta eru einnota pokar, einnota plastbórbúnaðar, kvittanir, nafnspjöld, prufur og svo framvegis. Og með hverjum einasta hlut sem við þiggjum, þá erum við að skapa eftirspurn eftir því að búa sér til meira á sama tagi. Við höfum til dæmis endursent hluti sem við fáum senda heim í pósti. Til dæmis höfum við endursent þína frábæru krakka í Káttugötu sem Samgöngustofa sendir börnum. Einfaldlega því að við eigum allt þetta efni fyrir út af elsta barninu og við þökkum bara kurteislega fyrir og vonum að efnið nýtist betur á öðru heimili. Við aftökum líka medaljur í hlaupaviðburðum, nýja kvennahlaupsbóli, gjafir frá tannlæknum, merkta penna og svo framvegis. Og við höfum stöðugt í huga að hver hlutur verður á endanum að rusli og hver hlutur sem við berum heim og berum ekki heim skiptir máli. Næsta skref er að einfalda. Einfalda það sem við þurfum og getum ekki sleppt að þiggja. Börnin okkar þurfa ekki glimmerstrigaskó með blikkljósum. Eitt par af venjulegum strigaskóm er nóg. Við þurfum ekki 7 stykki af fjölnotapókum, 3 er kannski alveg nóg. Börnin okkar þurfa ekki einnota smáleikföng sem enda bara á því að vera fyrir öllum. Það er alveg hægt að gleðja þau með vistvænni hætti, til dæmis með góðri samveru. Það að einfalda þarfir okkar og þar með neyslu hefur tafarlaus áhrif á það loftslagsvá sem við stöndum frammi fyrir. Og með þessu sem sagt er ráðist beint að kjarna sóunarvandans í rauninni. Og með því að einfalda þarfir okkar er meiri möguleiki á því að við förum að taka frekar innkaupa ákvarðanir í þágu umhverfisins en ekki í þágu þæginda okkar eða langana. Og þá sem sagt annarkvort með því að kaupa ekki hlutinn eða með því að kaupa vistvænni útgáfu á honum og þá að því að við höfum virkilega þörf fyrir. Og sem betur fer höfum við yfirleitt, ekki alltaf, en við höfum yfirleitt val. Þó það sé stundum erfitt að velja hvor kosturinn er kannski vistvænn, ég get alveg viðurkennt það, en oft höfum við samt val. Ef það á að kaupa ís á annað borð, til dæmis, þá að forðast ís í miklum umbúðum. Og ef það er bara ís í miklum umbúðum, er þá hægt að velja eitthvað annað en ís. Þetta er svona dæmi um val. Endurnýta þá hluti sem við þurfum að nota. Endurnýting kemur bæði í veg fyrir ef við þurfum að kaupa eða þiggja hluti í skrefum 1 og 2. Eða við þurfum að losa okkur við hluti í þrepum 4 og 5. Þetta er mjög skemmtilegt skref og fjöldi mögulegra aðgerða þarna í boði. Endurnýting kemur í fyrsta lagi í veg fyrir sorpfreka neyslu. Við til dæmis útrýmum þörf fyrir umbúðir með því að taka fjölnota ílát í fiskbúðina og nota fjölnota ílát undir garðúrganginn. Í öðru lagi dregur endurnýting úr notkun á óendurnýjanlegum auðlindum. Við til dæmis fáum lánuð leikföng á leikfangaleigu sem að verka svona eins og bókasöfn. Við kaupum og seljum notaðan varning og við deilum sláttuvélinu með nágrannanum og svo framvegis. Og í þriðja lagi lengir endurnýting líftíma hluta. Við til dæmis komum mýrherðatrjám aftur í umferð hjá hreinsuninni í staðinn fyrir að henda þeim og við gerum við hluti og fatnað til að geta notað á lengur. Fjórða þrepið er endurvinnsla. Þegar við höfum ekki þegið það sem við þurfum ekki og einfalda það sem við þurfum og endurnýtt það sem við notum, þá ætti nú ekki að vera mikið eftir sem að þarf að flokka til endurvinnslu. Fyrir misskilning til að margir að lífan sorps feli bara í sér að flokka meira sorp til endurvinnslu en endurvinnsla er hins vegar mjög orkufrekt ferli og það skortir samræmdar flokkunarreglur og samræmdar aðgerðir þannig að endurvinnsla er í rauninni ekki lausnin á sorpvandanum og hamfaralínunni. Auðvitað er hægt til dæmis að endurvinna þau 25.000 ál kaffihylki sem Nespresso selur á Íslandi á degi hverjum, 25.000 hylki, en það má samt ekki gleyma sóuninni á hráefnunum sem fari í hylkin til að byrja með og sóuninni á orku og kolefnislosuninni í framleiðslu og flutning og endurvinnslu hylkina. Það er mjög auðvelt að koma í veg fyrir alla þessa sóun með því að laga kaffi með öðrum leiðum. Þannig að flokkun og endurvinnsla er bara leiðin til að meðhöndla sorp á meðan best væri að takmarka sorpið með öllu, með því að takmarka neysluna. Ef allt gengur eftir, þá ætti sá úrgangur sem eftir stendur að vera lífrænn. Þannig að 5. þrepið felst í því að endurnýja jörðina með því að jarðgera afganginn. Þriðjungur sorps er talin vera lífrænn, þannig að jarðgerð er mjög skynsamleg leið til að draga úr úrgangi, fyrir utan það að minnka matarsóun. Jarðgerð getur gefið okkur frábæran áburð og hún forðar líka því að lífrænn úrgangur endi í landfyllingu. Og af hverju viljum við ekki að lífrænn úrgangur endi í landfyllingu? Jú, því þar kemst ekkert súrefni að honum og við slíkar aðstæður myndast metan sem er mun öflugri gróðurhúsalofttegund en koltvíoxíð. En þetta gerist ekki ef við jarðgerum lífræna úrganginn.
Jarðgerð getur farið fram heima fyrir og með mismunandi og ýmsum leiðum sem gott að kynna sér á netinu og jafnvel á Facebook-hópum. Sum sveitarfélög sækja lífrænan úrgang heim til fólks og svo hægt að fara með hann sjálfur á móttökustöðvar eins og við gerum. Já, þetta í stuttumáli EN5. Aðalskilaboðin eru þau að stjórnun á sorpmagni heimilisins byrjar utan heimilisins með því að takmarka neysluna. Og hver einstaklingur hefur vald, þetta eins og kosningaréttur, hvert atkvæði skiptir máli. Og við hver einustu innkaup erum við að senda skilaboð bæði til verslana og framleiðenda eftirspurn á vörum, hvort sem að þær eru óumhverfisvænar eða vistvænar. En hvað líf án sorps umfram þessi 5 þrep? Jú, líf án sorps hugmyndafræði, ákveðin lífstíl. Líf án sorps ákveðið viðmið. Það auðvitað ómögulegt að lifa án þess að búa til nokkurt sorp með við nútíma framleiðsluaðferðir. En hins vegar kann maður vel að meta að hafa magnbundið viðmið, einhverja gulrót sem vill komast eins nálægt og hægt Líf án sorps líka einstaklingsbundið ferðalag. Það öllum ljóst að það þurfa eiga sér stað stakkaskipta á neyslunni okkar. En við erum tilbúin til að ganga mislangt í þeim efnum, hver fer á sínum hraða. Ég stundum spurði hvort þetta sé ekki svakalega mikið vesen að reyna að minnka sorpið sitt og ég segi jú klárlega ef þetta gert á einni nóttu. Það farsælast að reyna að byrja smátt að vinna til dæmis í 3-5 atriðum í einu. Það getur verið stundum svolítið snúið að finna nýjar vistvænar lausnir. Hvort hendar bambustambustið A eða B, stundum þarf maður að taka 1 skref áfram og 2 aftur og bak og reyna að finna sínar eigin lausnir eftir svona eigin þörfum. Það ekki það að lausnirnar sé ekki til staðar. Á Íslandi fullt af aðilum út allt land sem að bjóða upp á vörur og þjónustu sem stuðla að vistvænni neyslu. Þannig að við kvíðum því ekkert að flytja aftur heim, við munum klárlega halda okkar striki. Og mér langar bara að benda fyrir áhugasama, ég hef engra hagsmuna að gæta en á síðunni minni minnasorp.com listi yfir slíka aðila á Íslandi sem að stuðla að svona vistvænni neyslu og möguleikarnir eru nánast óendanlegir. Það sem kannski erfiðast skortur á upplýsingum. Þessi klassíska spurning, hvort betra að kaupa hollenska tómata í lausu eða íslenska í pakningum. Og maður stendur oft frammi fyrir slíkum aðstæðum og þá þarf maður bara að nota dómgreindina og hyggjuvitið og skynsemina. Það ekkert því miður engin töfralausn varðandi þetta, allavega ekki eins og komið Margir eru sammála að það sé auðvelt að koma börnum inn í þennan leik en erfiðara að fá eldri fjölskyldumeðlimi til að ganga í sama takt. Það bara því að fólk tilbúið til að ganga mislangt. Það getur verið kannski erfiðast fyrir þann sem að vill ganga hvað lengst og við þá aðila vil ég segja bara sýnið þolinmæði og haldið ykkar striki. Þá líka bara mjög gott að benda á þann ávinning sem að líf án sorps hefur. Það mjög góð tilfinning að bera ábyrgð á eigin neyslu og árangurinn sýnilegur. Maður verður var við sparnaði þegar maður kaupir hreinlega minna og kaupir notaða hluti sem oft ódýrari en þeir nýju. Það minna drasla heimilinu til að ganga frá, meiri tími, heilnæmara mataræði af því að maður kaupir meira af ferskri vöru sem í minni umbúðum heldur en svo unna. Þetta nýtt áhugamál, skemmtilegu fjölskylduleikur og auðvitað stuðlar þetta betri framtíð fyrir náttúruna og börnin okkar. Líf án sorps hefur ákveðin snjóboltaáhrif líka. Maður fer að verða vistvænni í annarri hegðun, vistvænni meðvitund, getum við kallað það. Maður fer að minnka neyslu á dýraafurðum, maður fer að vilja borða lífrænt, árstíðabundið og úr heimabyggð og maður vill fara að minnka notkun á einkabílnum, fækka flugferðum og kolefnisjafna sig og það margir sem tengja við þetta að fólk vill einhvern veginn ganga lengra alltaf. En nú ætlum ég að segja þessu lokið og ég vil þakka kærlega fyrir mig og sendi bestu kveðju til allra. Mér finnst alveg ferlegt að vera ekki á staðnum. Þeir sem að vilja hafa einhverjar spurningar, endilega sendi mér tölvupóst á netfangi sem þarna fyrir neðan. Mér finnst mjög skemmtilegt að heyra í öðrum. Ég hlakka til að fylgjast áfram með verkefni SSNVAF og útreikningi á kolefnisspori landshlutans og óska ykkur velfarnaðar aftur í því. Þið kannski haldið áfram ykkar frumkvöðlakrafti og verðið fyrsti sorplausi landshlutinn á Íslandi, Norðurland vestra án sorps, hver veit. En takk fyrir mig og gangi okkur öllum vel að lifa lífinu án sorps.